Já, það er við hæfi að nota fyrsta sólardaginn í sumar, eða þannig, til þess að kíkja í eitt fallegasta garðinn á Suðurnesjum og við erum hérna við Freyjuvelli í Keflavík og hér eru þau Þórunn og Hannes og mér skilst að Hannes, að þú sért nú eigandinn af þessum garði, hún er bara meðeigandi. Ég gerir náttúrulega bara alltaf sem mér er sagt. Já, Svo fer ég út að vinna. Ég er svona 12. Já, 12. Ég er 12. Ég hvet hann áfram og gefa hann kaffi og stundum bjór. Já, þá gengur þetta betur. Já. Þá verð ég viljugri. Það ekki? Hvernig gerist svona lag? Á mörgum árum eða? Sko, þetta er búið að taka okkur. Við kaupum húsið 2004 og fyrstu 1-2 árið þá var maður svona eitthvað að reyna basla við að halda í það sem var eiginlega bara þessi hluti pálsins. Já. Og svo þetta var nú eiginlega svolítið skemmtileg saga, sko. Málið var það að við fluttum hingað og ég bara saklaus maður úr Kópavogi og ákvað að fara og heilsa upp á nábúann. Já. Sem á þessum tíma var bæjarritari líka. Og hann tekur mér nú vel og tók í hendina á mig og kynnti sig og ég kynnti mig og svo segir hann og lappar aðeins út fyrir á hurðinni og segir en hér þarf nú ýmislegt að gera. Og ég bara hváði við og hvað þarf að gera? Já, það þarf nú að rífa þessa steinkistu og svo þarf nú að taka planið og gera þetta svona sómasamlegt. Og ég hugsaði, já, eins gott að hlýða bæjarritaranum. Svo ég fór í það, 2 árum síðar, þá reif ég steinkistuna og flísalaði planið. Og svo var svona hekk fyrir framann sem ég ákvað og úr því ég byrjaði að fara rífa það í burtu og ætlaði að láta það nægja. Og svo bara slá grasið og vera ekki til einhverju blómarækt eða einhverju vesinni, sko. Og svo náttúrulega kom alltaf upp einhverja hugmyndir, já það væri nú fallegt ef og þá var ég komin út leið og hún sagði það, sko. Og þetta eiginlega hann svona, hvað maður segja, hann þróaði svolítið svona utanfrá og inn í garðinn, sko. Og við vorum búin að prófa að vera hérna með reynitré hér og þau eru öll komið þangað og svo þegar þessi pallur er byggður þá var ég eitthvað í einhverju bogatilfinning. Já, þetta er bogadregið og þetta var nú eiginlega meira spurning hvort ég gæti smíðað í boga eða ekki, sko. Já. Og mér tókst það nú. Og svo hefur þetta verið svona bara að þróa smátt og smátt. En þú teiknaðir Já, ég skissaði þetta allt upp. Tegnaði þetta allt upp, Hann náttúrulega innanhúsarkitekt, þannig að hann vissi hvað hann var að gera. Já, en þetta er úti. Já, ég veit það. Já. Það nýtist alveg. Já. Það kann ágætlega við sér. Já. Og svo var þetta, sko, þetta var einhver svona hugsun þegar við komum hérna inn fyrir að við hefðum svona, hvað maður segja, inngarð og útgarð. Maður sér þetta oft í Bretlandi, þá hafa þeir sko garð nálægt sér, þeir hugsa svona eitthvað smávægisum, svo það er einn fyrir utan sem maður sér bara svolítið sig sjálfur. Já. Og það var einhvern veginn hugsun í þessu og svo var líka það að setja upp svona hús að því að sólinn hún kemur hérna og svo hún komin þannig svona 8-9 leitið, þá er hún svolítið farin. Já. Og þá hugsun við að það væri sniðugt að hafa eitthvað svona þar sem við getum bara sest út og notið aðeins, sko. Og þá setti ég þetta bara inn í pallinn og byggði eiginlega svolítið út frá því. Já. Og það hefur virkað vel. Við allavega notum þetta rosalega mikið og bara mikið á vetuna líka, sko. Já. Setjum hann út rafmagnsblásar eða eitthvað, sko. Já. Og svo þetta, hennan lund köllum við nú alltaf Þórsmörk. Við hittust þar og vorum mikið þar fyrst árin. Já. Og það var svona borð þar og Þetta er svona, já, okkar staður. Fínt. Giftum okkur hér. Já, hér giftum okkur. En hvernig velur svo innanhúsarkitektinn plöntur í þennan garð? Sko, það er eiginlega svolítið vandamál. Innanhúsarkitektinn, hann er ekki mjög fróður plöntur. En þetta er að koma, sko. Þegar við byrjuðum, þá var ég bara að taka það sem ég þótti fallegt. Já. Sumtaði dós, annað hefur fengið að vera, sko. Já. Og svo er ég orðinn svona vandaður í þessu núna aðeins byrja að kynna mig hvað plönturnar heita og svoleiðis. Já. Og eins og þegar menn koma og spurja alltaf, veistu hvað þetta heitir? Þá segi ég alltaf, já, ég veit alveg hvað þetta heitir, en ég bara manna alltaf. Sem að mér finnst eiginlega bara ágætt svar við þess að því mér finnst kannski nafni ekki skipta mestu, þannig að þetta kemur út í endan. Já. Það er oft dæmi það, sérstaklega kannski í sumarbústað, fólk að setja niður tré og annað og svo þegar þetta er loksins komið upp, þá þarf að fara að taka þau niður. Já, þessi voru reyndar þegar við komum hingað, sko. En þarna var ekki. Þessi birkitré,
og hvað, það er allir ekki 12 ár síðan, þá kaupum við þetta og þá er þetta 1,80 á hæð. Já. Þannig að þau sína svolítið vel sko að það græri vel á Suðurnesjum. En þarf maður ekki að vera með alveg ultragrænar hendur til þess að eiga svona garð? Jú. Þarf þetta ekki að vera áhugamáli? Jú. Þetta er áhugamál. Að ég hef bara staðið í dýragettinni og hvatt hann áfram. Gefur hann kaffi og kannski stundum að borða. Já, og einn og einn bjór. Einn og einn bjór. En sko ég er ekki með græna fingur þannig, en mér finnst mjög gaman að rækta krydd og gera það út í gróðurhúsi. En sko, það er með ólíkindum hvað hann hangir í þessum garði. Hann er vaknaður klukkan 7 og stundum þyrfti ég labraptæki til að tala við hann. Og þú sem aðfluttur, hvað segir við að fara á Suðurnesjum? Ég segi að veðurfarið sé hvergi betra. Ég talaði við Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingum í tíma og hann var að segja mér sko að ég var nú að reynda bara að spyrja hann út í þetta og þá sagði hann mér sko að vorið kemur 3 vikum fyrir á Suðurnesjum að því frost er úr jörðu fyrr og það var í svona cirka mánuði lengur að því svo nálægt Suðurpól, miðbaugnum. Og þannig ætla ég bara að hafa það. Það er bara að henta vel. En ég er nú alinn upp í Hólmsvelli í Leiru, þú veist, og þar er mjög gott gras. En þetta er nú ansið fínt gras hérna. Já, þetta er eiginlega það sem ég hef lagt langmest af inn í. Já. Þegar við komum hingað þá var þetta þannig að þetta var náttúrulega bara blettir fyrir út um allt og það var mosi. Og ég náttúrulega fór í það að leigja mér svona, hvað kallar maður þetta, mosatætara. Já. Og mosatætti þetta og ég held að það hafi verið 15 pókar fyrsta árið, 10 pókar næsta árið. Eitthvað svoleiðis. Svo hafði ég einhvern tíðan heyrt talað að gras hefði rosalega gott af súrefni. Og þá datt mér og átti svona, hvað kallum við þetta? Gadda. Gadda, já. Svona ísgadda og ákvaði svona þegar var aðeins rökkvað að rölta hérna út sko og grannarnir þeir eru náttúrulega byrjað að kannast þegar ég sé svona þannig að þeir ákvaði ekki að ég væri ruglaður en fylgdust bara með og gekkst á göddunum rölti hérna á göddunum hægri vinstri alveg og fékk hellingalofti og hendi smá sand í það og svo fannst mér gaddan ekki gera nógu góð gödd og svo fór ég í Bíkó og sá þessa skó sem að kallarnir nota þegar þeir eru að flota gólfin og þetta er svona gaddaskór og ekki eins og Hilmar myndi segja að þetta væri vegna þess að það væri gaddur, þetta er vegna þess að það eru gaddar á skónum. Já. Svo set ég þetta bara svona á mig að ekki sýna upp hvernig ég gerir það. Þetta er það. Þetta er ekkert mál og svo bara eyðir maður 2-3 tímum í að rölta fram og tilbaka á grasinu. Það sést ekki einu svona á því sko. Maður vandar sig. Og þá kemur súrefni ofan í. Eina sem þetta hefur gert, já ekki eina, en alltaf hleypt súrefni ofan í, en svo tók ég eftir núna í vor að ég kom með rosalega fínt safn af ormum. Já, já. Hér eru þeir skóskir sko. Ok. Þannig að það er, og svo slægi ég þetta náttúrulega sko kannski 2 í viku eitthvað svona. Já. Hleypar yfir. Þetta er náttúrulega bara fyrst og fremst frúin sem er með þetta. Ég fór í þetta ákvað að gefa mér sjálfum þetta í 60 samanlega því að þetta er alltaf svolítið vesen að vera að rækta blóm sko og hlaupa með þetta út um allt í bílskúrun inn í stofu og til þess að hafa þetta. En nú er maður komin svona með aðstöðu til þess að geta gert eitthvað aðeins meira. Þannig að þetta er svolítið svona vaxið allt saman. Þannig að þú ert að rækta þarna alls kyns krydd eða þið og sumarblóm. Konan er alveg í þessu sko, hún er alveg í kryddinu. Ég er í þessum blómum, hendi því niður í janúar sko og hef það aðeins inn í skúr og svo kemur þetta út. Ég hef reyndar haft það þarna hinum einn. Svo sér hún bara um þetta. Já. En það er fön hiti hérna inni. Ég fór hérna inn á. Það sé ekki, það er 30 gráður. Já. Það er ekkert, þetta er bara eins og að vera í Rússlandi nema enga flugur. Hvað er þetta margar tegundur af plöntum hérna í garðinum hjá ykkur, veistu það? Það sé ekki svona, ég geti alveg trúið að það væri svona einhvers staðar nálægt 100. 100 tegundir? Já. Það er ekki meira. Ég er svolítið sko með þetta, ég er svolítið eins og alkohólisti. Þetta er eiginlega alveg ferleg staða sko, því að Prófa fleiri tegundir? Nei, málið er það að frúin er þannig sko, hún er náttúrulega, hún er skynsemin í sambandinu sko og vill ekki að það sé verið að eyða peningum alveg hægri vinstri
Og svo þegar ég kem nálægt gróðustöð, ég má ekki keyra fram hjá gróðustöð, þá kaupi ég alltaf 1-2 svona lítil fjölarblóm. Geymi þetta út í bíl í 2-3 daga að bíða eftir að hún fær eitthvað, svo fer ég að skuttla því niður einhvers staðar. Og svo er hún bara að hissa allt í einhverjum blóm þarna. Og hún er sátt. Já, hún er alveg sátt við það sko. Já. En það er líka eitt sem að maður skal hugsa sko, að það er margir sem er að kaupa á hverju einasta ári blóm, alls konar blóm. Að ef maður fer og kaupir þessi fjölarblóm, 600-700 kall eða eitthvað, 800 kall kannski í gróðustöðunum, skuttla því niður. Og það er bara margt af þessu sko, þetta er allt svona fjölar og þetta kemur sko, þetta tekur náttúrulega einhver ár að verða af einhverju. Já. En þetta verður náttúrulega bara mikil prýði á endanum sko. Já. Og kostar ekki mikið og bara einu sinni. En þú sannar það með þessu, það er ekkert mál að vera með flottan garð á Suðurnesjum. Nei. Ég held að það sé miklu auðveldara með flottan garð á Suðurnesjum heldur en víðast hvar annars staðar. Já. Og hvað ertu að meina þá kannski, það er náttúrulega lítið... Það er lengdin á sko tímanum sem þú hefur til þess að rækta er bara meiri. Já, það er lítið frostið fer hérna. Veðurfræðilega. Já.